og ef til vill syngjandi sjálfstæðis hetju með saltfisk í hjartastað. Það yrði okkur alveg sérstakt fagnaðarefni ef hann Geir Haarde stígur út úr skugga Davíðs eins og hann að gera og verður stór stjórnmálamaður af sjálfum sér. Verður ekki bara í sögunni þekktur sem eftirmaður Davíðs Oddssonar, heldur líka sem sjálfstæður sterkur einstaklingur. Lengi lifi, húrra, 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 húrra. Við viljum líka nota tækifærið á landsfundinum til að undirstrika grundvallar gildin á bakvið sjálfstæðisstefnuna og hnykkja á því að það ekki þeim að kenna að við lentum í þessari bankakreppu og þeim efnahagshamförum sem að í kjölfarið hafa komið. Í Sjálfstæðisflokknum eiginlega fólk sem að hugsa ekkert mikið pólitík og frekar ópólitískt. Einkaframtak og frelsi einstaklingsins eru mjög mikilvægar hugsjónir sem hafa skilað hér mjög miklum árangri sérstaklega á síðastliðnum 17 árum og við viljum auðvitað byggja á þeim grunni til frambúðar. Íslandi velgar, krafta og starf. Fundin sem núna í gangi en þá yfirstjórn Seðlabankans, hvernig ef þeim mál verið rætt inni og breytinga að vænta afstöðu ykkar. Er það byrjum það í sambandi við þetta? Það hefur orðið algjör viðsnúningur, orðspor þjóðarinnar hefur boðið ómælanlega hnekki. Hefur þú íhugað að segja af þér? Hefur þú eitthvað á bak við svona fullyrðingar, svona ómælanlega hnekki? Við erum að sjá orðspor okkar, Geir. Sko, þú ert að tala núna um 2 mál. Ég tel nú ekki að orðspor þjóðarinnar hafi beðið mikið hnekki út af afstöðu sjálfstæðisflokksins í Evrópumálum. Íslensk lundin með karlmennsku þor. Þannig að ég á það ósk heitasta að Geir Haarde verði jafn vel heppnaður stjórnmálamaður að Davíð Oddsson var. En þú hefur ekki íhugað að segja af þér? Nei, og alls ekki út af þessu máli. Þó í lífsins draumi bjáði eitthvað á, ákveðinn og sterkur sértu þá. Jón Steinsson skrifar í dag að á síðustum mánuðum og vikum þá hafi ummæli Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra gert það verkum að fjöldi erlendra stórblaða hafi birt greinar sem hæðast á honum og í leiðinni að íslensku þjóðinni. Mér langar til að spyrja, nýtur yfirstjórn Seðlabankans trausts meðal flokksmanna Sjálfstæðisflokksins? Það er ekkert hægt að leyna því að maður hefur heyrt að þessi skoðun hefur aukið fylgi sem að Jón Steinsson er að lýsa þarna í þessari greini. Ísland feðranna afrekum hlúði. Þannig að núna geysilega skemmtilegur og spennandi tími framöndan fyrir okkur sjálfstæðismenn. Sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Tómir kassar í tómum banka tíma fyllast af okkar peningum. Verða sjálfsögðu seldir aftur svo að allt verði aftur.